Þetta var ótrúlega fallegt. Fallegt, þegar hann dó? Já. Já, ok. Mjög fallegt. Og ég var líka, kannski kvíðina því að ég var alltaf búin að sjá fyrir mig, sko, það myndi deyja, það væri myrkur úti og vont veður og þetta er svo ljótt. En svo deyr hann á 27. júní og það var bara sólarengin og við vissum þetta kvöldi áður. Já. Og þetta var, nú er þetta komið bara. Þannig að við vorum öll inn í svefnherbergi hjá honum. Kringu rúmið bara að tala við hann. Þannig að þetta datt send út hann eitthvað með lauslega eftir miðnætti og svo fallegt veður og fuglanir og við vorum bara öll hann kringum mann og tala við hann og hann var líka tilbúinn. Já. Og ég held að við hefum verið alveg líka. Þannig að það er langur tími. Já, og svo var hann bara eins og slappur, þú veist, þetta auðvitað saknaði maður, auðvitað var þetta erfitt, auðvitað, já. Þetta var rosa sorglegt, en þetta var samt svo fallegt. Og svo fundum við svona nokkrum vikum eftir að fara, bara kannski viku eftir, eða vorum að undirbúa jarðarförin, þá vorum að fara í gegnum eitthvað dót frá honum og þá finnum við viðtalveðan úr einhverju blaði á menntaskólum í Ísafirði sem spurði hvernig hann myndi vilja deyja. Já. Og það segja hann, ég myndi vilja vita kvöldi áður svo fjölskylda mín geti verið hliðina mér og farið þannig og sem að raungerði svo. Æi. Þannig að þetta er alveg það var að láta mig gráta. þetta var ótrúlega fallegt. Já. Og það er náttúrulega bara það er ekki allir svo hefnir, sko. Þannig að og okkur fannst við alltaf þrátt fyrir allt við vera heppin, sko. Og það heppin mig bara að hvað hann fekk að lifa lengi og þú veist hvernig hann fer svo þú veist nákvæmlega eins og hann vildi. Já, en við vorum mjög duglega að minna okkur á, sko, að minna okkur á að þó að hlutina væru erfiðir og glataðir þú gæti þess að verið við vorum svo duglega að finna ljósu heppnu hlutina í öllu. Já. Og sem er ótrúlega kostur, sko. Já, og mamma bara og pabbi, þú veist, og allir þannig að við vorum allir svolítið samtaka í því það gerir þetta miklu auðveldara. Já.